Nú ætlum ég að biðja Þorstein og Ármann að koma hér aðeins upp vegna þess að þeir ætla að tala starf sem skiptir okkur máli. Gjörðu svo vel. Já, hæ, Þorsteinn heiti ég. Ég ætla að segja ykkur frá breytendum sem kannski einhverjir ykkur þekkja, vonandi. Það unglingahreyfing Hjálparstarfs kirkjunnar og við lítum á okkur sem einn af þessum virka armi í kirkjunum. Svona sem veitir fólki tækifæri til þess að gera eitthvað með trúna sína, reyna að hafa jákvæð áhrif. Breyta heiminum. Breyta heiminum, það er okkar markmið, eins og þið sjáið. Og merkið okkar er svona þetta þarna heimurinn á hvolf sem er hugsað þannig að ef við hugsaum okkur að við værum í fátæku löndunum en sem sagt Afríkuríkin til dæmis væru að valda okkur skaða, það væri ekki sanngjarnt. Og þess vegna er það einn af okkar aðal fókuspunktum að reyna að gera heiminn aðeins sanngjarnari. Það er þessi. Já. Nú, af hverju að breyta heiminum? Það er fyrsta spurningin kannski. Og það er einfalt svar, því að heimurinn er ekki réttlátur. Og þarna sjáum við tölur hversu auði heimsins er misjafnt skipt. Það eru fátækustu 20% heimsins hafa aðeins 1,1% af auði hans til að lifa af. En ríkustu 20% hafa 86% af gæðum jarðarinnar. Hugsið ykkur ef það væri þannig að bara þessi 2 borð fengi að borða á landsmótinu. Ok, þau væri kannski ánægð, en það væri ekki mjög skemmtilegt fyrir okkur hér. Nei, þetta er ekki sanngjarnt. Það er þess vegna sem við þurfum að gera eitthvað í því. Og annað sem er mikilvægt að muna er að við getum gert eitthvað í því. Það er fólk sem hefur gert samfélagi eins og þið er. Og þess vegna er það fólk sem mun halda áfram að móta samfélagi. Og það er bara fólk eins og ég og þú. Og við getum haft eins og mikil áhrif við viljum. Eins og Telma sýndi okkur einn áðan, það skiptir virkilega miklu máli hvað við gerum. Og við getum haft áhrif á hnattrænum skala, við getum haft áhrif á líf fólks í Afríku. Við getum gert líf þeirra betra. Þess vegna er þetta á okkar ábyrgð að reyna að gera það sem við getum til þess að gera heiminn aðeins sanngjarnari. Þá fyrir við 2. Það sem við í Changemaker reynum að gera er að finna grundvallar ástæðunar fyrir fátækt og óréttlæti í heiminum. Það til dæmis má nefna hlýnun jarðar. Við á Vesturlöndum erum að valda mengun en hún bitnar að langmestu leyti á fátæku ríkjunum í suðri sem eru jafnvel að missa heimkynni sín. Það er náttúrulega ekki sanngjarnt. Má ég aðeins koma inn? Ég veit, sko, ég fæ svona smá sektarkennd bara þegar ég var að fljúga og lenda hérna á Akureyri. Það var svo rosalega gott veður og fallegt. Og ég kom samt sem hugsun, það var samt svolítið þægilegt að hlýnun í jarðar með. Það er ekki smá hlýtt hér núna. En ég var á Indlandi einmitt fyrr á þessu ári og alveg eins og við erum búin að vera að slá einhver met hérna á Íslandi, heitasta sumar og heitasta haust, bara síðan að mælingar hófust. Það var líka svoleiðis á Indlandi núna fyrr, í janúar, febrúar, mars og apríl. Og þar var fullt af fólki, fyrst og fremst, það var bara hreinlega að deyja. Það bara dó úr hitanum, það var komið 40-50 gráðu hiti. Og fólk, hellinga fólki býr á götunni, það hefur ekkert, sko, það er bara undir sólinni og það stiknar. Og uppskeran hún eyðilegst. Þannig að þó þetta sé stundum svolítið, sko, þægilegt að það líti út fyrir okkur að sé að slirra og sumarið lengist eitthvað inn í haustið, þá er þetta hræðilegt fyrir svo stóran hluta heimsins þegar að þau missa matið sín, þau missa uppskeruna sína vegna þess að rigningin kemur ekki og þess vegna er þetta eitthvað sem skiptir með miklu máli. Já, og eitt sem við getum gert til að stuðla minnkun hlýnun jarðar er okkar einkaneysla, reyna að minnka kolefnisfótsporið okkar eins og það er kallað. Keyra bílinn minna, taka frekar strætó að labba og svo framvegis. En annað er að reyna að hafa áhrif út frá okkur. Við getum að finna þá sem ákveða. Eins og sjá það á myndinni, það eru til dæmis kirkjuleiðtogar eða ríkisleiðtogar í þessu tilfelli sem móta loftslagsstefnu þjóða. Við getum reynt að hafa áhrif á
það. Og við í Breytendum gerðum það einmitt í fyrra, vorum með herferð til að vekja athygli á hlýnun jarðar. Og tókst með ágætum. Ísland hafði loftslagsmálin í fararbroddi þarna á ráðstefnu sem var haldin í Kaupmannahöfn í desember. Voruð þið þá bara með svona mótmæli, voruð þið svona reiðir mótmælendur og hreint loft og henda grjóti eða hvernig, hvað voruð þið að gera? Nei, nefnilega ekki. Við reynum frekar að vinna með fólki en að vinna á móti fólki. Ég tel það að vera áhrifaríkari aðferð. Við erum að fá fólk í lið með okkur og erum með jákvæða gjörninga frekar en mótmæli bein. Og það má einmitt sjá hérna. Við settum upp hérna svona barnasundlaug og fylltum hana vatni og settum heimili ofan í hana til þess að sýna hvernig að búa í Bangladesh. Núna, landið hreinlega sökkva og fólki býr kannski nánast ofan í barnasundlaug. Og við söfnuðum undirskriftum, en ekki bara blöð, þetta er á íspinnabrygg sem að tákna ísinn sem að bráðna. Og svo skiluðum við þennan risastórum skúlptúr byggðum úr íspinnabryggunum, úr öllum undirskriftunum til umhverfisráðherra. Og ég meina að þetta hafi haft einhver áhrif til að gera loftslagsstefnu Íslands jákvæðari. Það er nefnilega það sem er svo mikilvægt að líka þegar við erum að taka þátt í því að breyta og bæta heiminn, að gera það með jákvæðum formerkjum og hafa gaman að því í leiðinni. Þess vegna er ég svo ótrúlega ánægður að heyra hvernig er búið að skipuleggja þetta landsmót. Bæði erum við búin að vera að gera fullt af frábærum hlutum áður en við komum hingað og í dag fáum við ennþá fleiri tækifæri til þess að hafa áhrif með því að vera að taka þátt í alls konar gjörningum, búa til hluti og selja, þannig að allir græða. Bæði við og þau sem við erum að hjálpa. Já, og við erum mjög ánægðir hérna í Changemaker að fá að taka þátt í þessu móti og taka þátt í þessu góða starfi sem er verið að vinna. Þið eru búin að vera að framlega hluti, skilst mér, sem verða seldir hérna á eftir á Glerátorgi og við í Breytendum munum vera að stýra því. Og þetta er eitthvað sem skilar sér í betri heim. Þetta mót mun koma því til leiðar að þrælabörn í Indlandi fá tækifæri til að ganga í skóla. Fá nýtt tækifæri til að eignast betra líf. Þannig að þetta er eitt dæmi það sem við getum gert til að gera heiminn aðeins betri. Eins og ég sagði í gær þegar ég sýndi ykkur myndina, þetta sýnir það til dæmis. Þetta er smá hópur af krökkum úr æskulistarfinu þar sem ég var að starfa í Garðabæ, í Vídalínskirkju. Og þarna eru þau að láta hjálparstarf kirkjunnar fá risastóra ávísun sem stóð á 400.000 krónur. Og þessu upphæð dugði til þess að leysa þessi 54 börn sem þið sjáu svo þarna á hinni myndinni úr barnaþrælkun. Bara það að nokkrir skemmtilegir og frábærir unglingar á Íslandi tóku sig til þess að gera það sem þeim langaði. Þeir fengu alls konar hugmyndir, búa til hljómsveitir, baka, vera með fatasöfnun og bara hvað sem þeim datt í hug. Og við fengum einmitt oft heimsókn frá Breytendum og vorum svona að vinna í svolítið þeirra svona svipari hugmyndafræði, hafði áhrif á okkur. Og þegar ég fór svo út til Indlands, follow the money, er ekki alltaf verið að segja það á Íslandi núna í öllu, follow the money, þá eltum við ávísununa og aðtjóðum, hvað verður þetta? Hefur þetta að skila sér? Og það er alveg ótrúlega hvað það hefur mikil áhrif á mann þegar maður fær að sjá þetta, svona auglítis til auglítis. Og núna er ég bara aðalega það, ég er að langað að koma en á vitnum það, ég fengið að sjá það, hvað þetta breytir ótrúlega miklu. Og mér finnst þetta svo trúverðugt. Munið hann var að tala á þann hvernig svona heimurinn skiptist. 30% jarðarbúar eru kristnir og þar að veru við sem teljum okkur lútersk 70 milljónir. Það ekki rétt. Sko, þannig að hjálparstarf kirkjunnar við fólk á Íslandi eru búin að vera aðal styrktaraðilinn fyrir það að leysa þúsundir þrælabarna í þessari borg Kanchípuram á Indlandi og barnaþrælkun. En þetta starf, þó að sé peningurinn komið hér frá lútersku kristnu landi, þá fer þetta
til Indlands og þar var það kaþólsku prestur sem stofnaði þessi mannréttindar- og hjálparsamtök. En kirkjan hans, þar, biskuparnir hans, þeir voru á móti þessu. Nei. Þetta er alltaf mikið vesen, þú ætlar að vera að messa inn í kirkjunni þinni. Ekki vera svona í vesenni. Ekki vera svona, þetta er eitthvað svo pólitískt að vera eitthvað svona berjast fyrir réttindum barna og hafði lítinn skilning á þessu. En þetta var líka stundum hættulegt. Og eins og þræla eigendurnir, þeir voru ekkert ánægðir með þetta sem verið að leysa þrælabörn með barnahelgu, ódýrt vinnuafl fyrir þau. Þannig þau lentu oft í uppákomum og stundum ofbeldi af sér, það var komið að ráðast á þau. Þannig að þau stofnaði, þessi kaþólsku prestur, hann fór þá og hann stofnaði bara samtök, rauninni trúlaus samtök. Það fullt af kristnu fólki sem var með honum, en það voru líka hindúar og múslimar, trúlausir, búddistar. Þannig að það er bara, þau koma saman það að hjálpa þeim sem þurfa hjálp. Börnin þurfa ekki að sýna skírtinni. Ég er kristinn, má ég fá mat? Viltu leysa mig úr barnafrælku? Það virkar ekki þannig, það er bara horft á neyð fólksins. Mér fannst það líka mjög trúverðugt og það gerði þetta svo flott. Allir gátu unnið saman. Þannig að þau sáu neyð þessara barna. Allt í mjög skipti engu máli, fólki sem var búið að aðskilja sig, nei, ég á ekkert sameiginlegt með þér. Sérstaklega oft á milli hindúa og múslima. Að þarna, þeir eru að vinna með þeim sem að hafa það verst í samfélaginu, þá getum við stigið yfir svona múra það sem aðskilur okkur. Og það var svona enn eitt dæmi það hvað ég sá hvað það var ótrúlega flott verkefni. En núna sé ég að Sigurvin langar að fara að taka mér mækinn aftur mig. Ég bara þakka fyrir góð áhörn og frábæran